Meiðsli og andleg líðan. Ég heiti Birgitta. Og ég heiti Stella. Við erum með efnisyfirlit. Við ætlum að tala um meiðsli og það eru breytingar á andlegri líðan og við meiðsli, áhrif milli kynja í meiðslum. Svo erum við að tala um kvíða og þunglyndi og meðferðir og hugræni þátturinn og heimildaskráin. Meiðsli. Meiðsli geta verið alvarleg og lítil. Þau geta haft mismunandi áhrif á einstakling og líf hans. Íþróttamenn eru að æfa daglega og eru líklegri til þess að meiðast heldur en þeir sem stunda ekki íþróttir, vegna þess að þeir eyða miklum tíma í að þjálfa sig. Kynjamunur í meiðslum sést. Karlmenn eru allt að 2 sinnum líklegri til þess að meiðast í körfubolta heldur en konur til þess að slasast í hestaíþróttum. Hæstu tíðni meiðsla er í íþróttum sem krefjast mikillar snertingar, eins og körfubolti, fótbolti og íshokkí. Algengustu meiðsli nú til dags eru álagsmeiðsli, þar sem á æfingum er meiri ákefð og lengri æfingar hjá iðkendum. Ekki vitað hversu margir glíma við þessi meiðsli en talið er að 25–50% manns sem leitu til sjúkraþjálfara sem glíma við þessi tegund af meiðslum. Tölur frá árinu 2015 sýna 3.843 íþróttaslys var það ár. Það er aukning frá árinu 2005 þar sem voru 2.906 íþróttaslys voru skráð. Karlar eru í meirihluta en hlutföllin eru 60–40. Breytingar á andlegri líðan við meiðsli. Tekin voru viðtöl við nokkra þjálfara og var spurt hvort það væri breytingar á andlegri líðan íþróttamanna. Þeir segja að það tæki verulega á, sérstaklega í hæsta gæðaflokki. Þórir, einn þjálfari sem var tekið viðtal við, nefndi að það var mikill munur á karlmanni og kvenmanni í meiðslum. Andleg líðan hjá kvenmönnum væri oftar verri en hjá körlum. Mikilvægt að fá fagaðila til þess að hjálpa og ráðleggja á tilfinningasviði og öll sem orsaka þess. Kvíði. Kvíði er alltaf neikvæð tilfinning. Ef hann verður of mikill koma fram líkamleg viðbrögð. Íþróttamenn sem kljást við kvíða eiga til að koma sér út úr aðstæðum sem þeim þykir erfiðar. Íþróttamenn eiga til með breytingar eins og skiptingu á velli eða draga sig í hlé eða ef óhóflega mikið. Kvíði er mismunandi hverjum einum. Það er einnig mismunandi hvað vekur upp kvíðann og hræðslu en að mörgu leyti koma fram sömu viðbrögð. Viðbrögð kvíða felst meðal annars að flýja vandann eða frjósa úr hræðslu. Árið 2009 var rannsakað algengni kvíðaraskana á höfuðborgarsvæðinu. Þátttakendur voru á aldrinum 34–76 ára. Það kom í ljós að konur greindust með kvíðaröskun 16,4% og karlar greindust með kvíða á einhvern tímann í lífsleiðinni 12,2%. Á lífsgangi beggja kynja þá er greint 14,4% kvíða. Ársalgengni hjá konum er 6,8% en hjá körlum er hann 4,1%. Rannsókn sýndi að fólk eldra en 18 ára er líklegra að fá kvíða, eða 28,8% fólks. Algengasti aldur einstaklinga sem greinast með kvíða eru á aldrinum 30–44 ára. Í niðurstöðu frá árinu 1994 sýndi að 343 íþróttamenn leiddi í ljós að meiddir íþróttamenn sýndu meiri kvíða og þunglyndi og lægri sjálfsmat. Þunglyndi. Þunglyndi er án efa algengasta geðröskun sem finnst. Þunglyndi getur varið til lengri og styttri tíma.
Það er einungis 10% manna sem kveljast af þunglyndi sem leita sér hjálpar. Fólk sem þjáist af þunglyndi verða oft leiðir, missa áhugann og gleði, missa svefn og eða matarlyst, eru þreyttir og hafa litla einbeitingu. Meðferðir. Meðferðir við þunglyndi eru margar en þær algengustu eru lyfjameðferðir og sálfræðimeðferðir. Hlutirnir geta leitt þangað að þurfa að leggja inn á geðdeild vegna eigin hugsana og vanlíðan. Mörg kvíða- og þunglyndislyf eru til í dag og hafa þau þróast mikið með tímanum. Hugræni þátturinn. Hreyfing er nauðsynleg fyrir alla einstaklinga. Lágmarkshreyfing til þess að koma í veg fyrir sjúkdóma þurfa að vara til 30 mínútur á dag hjá fullorðnum aðila en 60 mínútur hjá börnum og unglingum. Þegar íþróttafólk er undir miklu álagi aukast líkurnar á meiðslum. Ef meiðslin eiga sér stað fylgja nokkrir þættir sem spila saman og hafa áhrif á hvort meiðslin séu yfir stuttan eða langan tíma og það er hugræni þátturinn. Mælt er fyrir fólk að venja sig á nokkur atriði í sálfræðilegri færni, meðal annars slökun, markmiðasetningu, hæfni til að takast á við álag, eflingu sjálfstrausts ásamt því að ræða mikilvæg atriði tengd íþróttinni og aðstæðum í daglegu lífi. Bara heimildaskráin og takk fyrir okkur.